framleiðandinn að eins og við gert í rafmagnsvörum og öðru að þegar Finnar og aðrir sem hafa verið mjög duglegir að tjekka á þessu og við vitum að það einhverjar vörur sem ekki í lagi og þeir eru að innkalla eða þá munum við gera slíkt hið sama hér á upplýsingar það. Má ég spyrja það einu? Já. Í vinnusamhaldi. Nú er ég að vinna á einum verkkaupa sem að vill hafa hlutina í lagi. Það voru keyptar hurðir af einum framleiðanda sem var svona, það var bara úps, leyfið útrunnið. Já. Þessi viðurkenning Mannvirkjastofnunar að framleiða. Ef við viljum hafa hlutina alveg í lagi, hægt að fá eftir á samþykkt ef hann sýnir fram á að hurðirnar séu rétt smíðaðar og allt eins og það á að vera? Getur þessi verkkaupi þá fengið það límmiðan inn í hurðina, samþykktan og allt í góðu? Sko, eftir á, að þetta rann út og eitthvað? Já, ég nefndi þetta áðan hann að verður kannski runni út fyrir 3 árum. Það var náttúrulega út af því að það er búið að koma mörg svoleiðis tilfelli. Þá framleiðandinn fær starfsleyfi, þess að fær leyfi til þess að framleiða hurð í ákveðinn tíma. Og svo gætir hann ekki að því að það er runnið út og heldur bara áfram að selja. Og þá kemur það bara inn til okkar en þetta kerfi í dag er þannig ekki nógu gott hvað varðar að við vitum ekkert að gæðaferlan í framleiðslunni eru kannski ekki alveg sambærilegir eins og í stórum framleiðanda sem er bara með línu uppsetta fyrir alltaf sömu framleiðslu. Nú erum við kannski að hugsa þetta tiltekna dæmi, eða nú erum við að spyrja, ok, eigum við bótakröfu á framleiðandann eða eigum við að samþykkja að þessar hurðir séu í lagi og við gerum það náttúrulega ekki nema að þið segið já, þetta er þið vottið þessa framleiðslu, þessi verkkaupi vill bara að þetta sé í lagi, samþykkir ekki annað heldur en að hurðirnar séu vottaðar. Þannig að hægt að fá, þegar að leyfið útrunnið, hægt að fá eftir á samþykki að hurðirnar séu í lagi. Þannig að Örvar þegar hann kemur og tekur þetta út að hann setur ekki rauðarspjaldið á það. Já, ég myndi kannski forðast að svara þessari spurningu allan út hér út af því að fyrst af það er stór hættulegt að segja að þú bara eftir að kemur bara ef einhver verið að vesenast þá kemur bara að fara leyfið. Það er svona en nú erum við í þessu að búið að setja hurðirnar í og þetta er bara það er kannski einhver skoðun á þessari hurð og einhver algjörlega svona sérlausn sem þyrfti að fara í gang fyrir þetta. Ég held að skulum ræða þetta bara undir 4 augum. Ekki hér. Ég veit ekki vilja. Það er líka að lenda inn á borðið. En herru, þá var þetta orðið gott held ég. Þetta er svo langt. Ég vona að þið séu ekki orðið dauðurkinn eða það eru einhverjar svona sérstakar spurningar í lokin eða hugmyndir sem þið vilja koma framfæri til okkar, einhverja ábendingar til Mannvirkjastofnunar eða eitthvað, þá myndum við byggja þá eitthvað sérstakt. Ég held bara mjög mikilvægt í þessum hurðamálum að þetta ferli sé mjög vel skilgreint frá byrjun og tímalega. Þannig að við áttum sig á því hvað er leyfilegt, hvað er ekki leyfilegt. Þannig að þetta verði ekki þannig að þetta slæta inn í eitthvað bara svona einhverjar reddingar og eftir á mál sko. Og mann takir það á þessum þáttum af því að staðallinn síðanarkingin gerir náttúrulega kröfur ekki bara hurðina og þéttingar heldur allan búnað, laðvirnar, opnunarbúnað, rafstýringar og allt. Þannig að það sem er gert í sérsmíð það er að vera sama leveli í gæðalega séð í raun og veru. Það er svolítið mikið mál að fara í gegnum og ef eitthvað er að taka ábyrgð á einhverju hurð í sérsmíð. Þannig að menn með ekki skauta og varlega yfir það sé það gert almennilega og það ferli sé alveg ljóst að byrjun. Já, og þá er að með að gera til dæmis svona checklista til þess að hjálpa mönnum að átta sig á því einmitt. Og þú þarf náttúrulega, þegar þú sýnir fram á þetta sé jafn gott og hurð sem eftir staðli, þá þarfst að hafa staðlinn náttúrulega við hendina. Þú ert áttaðu hvaða kröfur eru settar þar fram til sem hönnuður áður og ferð að gera hitt. Þú ert að byrja að sjá hvað er að tala og svo ferð það út fyrir gögnin. En ég held að við erum búin að tala þetta núna við byggingafulltrúana og við slökkvilistjórana og núna við Brunntæknifélagið. Það er þessi fyrsta leiðin er að byrja að ræða þetta út að þetta er að fara að bresta á og við ætlum að vera undirbúin þegar þetta gerist, þannig að það er ekki 1 ára eftir þegar þetta er búið að taka gildi. Og það er okkar markmið og kynna þetta í upphafi ársins. En kostar þetta ekki alveg fyrir framleiðanda sem ætlar að fá þessa EN-merkingu
íslenskan framleiðanda. Já, CE-merkingu, já. Profax eða CE-merkingu. Profax eða einhver myndi vilja staðla sína framleiðslu til þess að þurfi ekki að setja fram gögn í hvert skipti. Kostar þetta ekki fyrir hverja svona típa hurð tugi milljóna að senda út svona mörg eintök af hurðum í prófi í Svíþjóð og fara allan leið? Jú, ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvað það kostar, en ég ger ráð fyrir að þetta sé mjög frekar kostnaðarsamt, sko. Og það má segja að þessi framleiðsla sem hefur verið hérna heima, sko, hún er kannski meiri sérframleiðsla bara hvort þið er. Út af því að það er ekki, sko, þetta er ekki selt í Byko í hilluvöru sem hilluvara, eða húsasmiðjunni eða eitthvað slíkt. Þetta er bara verið að framleiða þetta sjálfur sér eins og sérframleiðsla. Og ég spurði þeim eitthvað hvort menn var hræddir að færi einhverju svona fyrirtæki á hausinn út af þessu. Og þá hafa menn virðist ekki hafa mikið áhyggjur af því í Norðurlöndunum, sko. Það er eitt sem maður veldur fyrir sig, því að eins og ég er að skilja þetta alltaf, þegar maður er í þessu bútasögn, sko, að við erum að taka ákveði reglur inn frá Norðurlöndum sem þeir eru búin að hugsa heildrænt. Við tökum ákveðna þætti frá hinum á þessum og finnum það saman inn. Og það kemur inn á það sem Bjarni var að segja með refsiákvæði. Við erum ekkert endilega, sko, það er búin að hugsa þetta að kerfi virkir svona með þessum bósundum. En við erum bara að taka ákveðin þátt frá hinum löndunum að vera út að sauma fyrir íslensk reglum. Að ég er að velta fyrir mig, hefur verið skoðað að nú verið, hvaðir, af því að þú ert með hurð, hvaðir eru ef þú gerir ekki rétt. Já, Norðurlöndum. Við verðum þá að taka það líka upp. Já, nú ertu komin í lögfræði svo ég veit ekki það. En ég get sagt þér að með bara lögum bygginguvörur, við höfum ekkert val. Það er til að það sem kemur frá Evrópusambandinu eins og þetta, þá bara eru öll Norðurlöndin takast upp og við líka. Og út af samningi okkar við Evrópska efnahagssvæðið, þá er Ísland og Noregur bara tekur þetta upp alveg svo hvert annað Evrópuríki. Og lögin um bygginguvörur eru raunverulega bara smá þýðing á öðru regluverki frá Evrópu. Þannig að það er eiginlega ekkert, við höfum eiginlega ekkert val annað en að bara gera þetta svona. Þannig að við, ef varðandi þurfum að tala um refsiábyrgð og svoleiðis, eitthvað þá ég ekkert trjá mig um það, ég hef ekkert til það á því, sko. En það eru bara refsiábyrgð, eða semst í lögum mannvirki og svoleiðis, það er í öllum lögum einhvers konar endar á einhverjum bálki viðurlög. Það sem er bara einfalt dæmi, það er eins og bara með farsímana. Við vitum að þeirra 50.000 kallar var, þá talaði hver og einn einast í síma. Það var engin afleiðing af þessu. Svo þegar það komum 40.000 kallir, þá hugsa fólk sér um það. Já, það er líka verðt að hafa það í huga að ákvæði sérlaga refsingar eru algjörlega bitlaus. Einu refsingarregin sem líka eru reikningar. Og Magnús Sættar fyrir í Reykjavík, hann reyndi að leta reyna á ákæru vegna refsiábyrgðar og mannvirkjalaga. Því var bara snyrtileiki hér og samtalið bara á ákæruvaldinu ekki líklegt í sakfellingu. En það eru margar aðrir hlutir. Það eru verktakar sem að til dæmis þar við komum að hilli og það er frauð að allar hurðir í. Svo bara heldur þessi aðeins fram og það er bara ákveður en ekki það ekki áminning og er sviftur hérna neyru eða að gera þetta. Og það er ekki kerfin, ég er ekki bara að tala um ríkiskerfi, þetta er líka byggingarverkefni sem eru svona líkandi, sko, þetta er fólk sem geta kert þetta. Ég er svona ákveðan fæli í kæftu og taka tímafóðis. Ég held að verkfærin að einhver leiti er til. Það er bara búið. Já, við held að við sem búum með tíma. Save by the bell.